Og velkomin aftur til okkar í föstudagsþáttinn hérna á N4. Nú ætlum við aðeins aftur að heiðra leiklistargyðjuna en þau eru komin til mín frá leikfélagi Sauðárkróks en á króknum hefur Lína Langsokkur gert innreið í bæinn. Þau eru komin til mín, Pétur Guðjónsson og Sigurlaug Dóra. Velkomin. Takk fyrir. Þú ert leikstjóri sýningarinnar og þú ert formaður leikfélagsins, er það ekki rétt hjá mér? Jú. Hvað nú eru þið að setja upp Línu, það þekkja allir Línu nokkuð vel. En hvernig er ykkar lína öðruvísi? Okkar lína nú, við svona höldum okkur við klassíkina vegna þess að við viljum náttúrulega alltaf fá ákveðna klassík. Við búumst við ákveðnum hlutum í kringum línu. En í sambandi við sýninguna sjálfa þá förum við aðeins út fyrir efni í tónlistinni og við breytum til dæmis litla kalli í drottningu, hestinum. Já, hestinum, já, einmitt. Er hann semst ekki hestur í ykkar sýningu? Jú, Hrissa. Hrissa, já. Frú litla kona. Já, heitir drottning. Heitir drottning, ok, spennandi. Þannig að við breytum svona aðeins og tökum einhverja svona óvenjulegar nálganir. Já, það hljómar vel. Þetta þið eru orðin ansið svona rótgróið leikfélag þannig á Sauðárkróki. Hvernig, er þetta ekki svolítið stórt verkefni núna? Það er mikið af börnum eða ekki sem að taka þátt eða svona yngri kantinum? Jú, þetta er svona blandaður aldurshópur. Við miðum svo sem alltaf við þetta 16 ára plus og færum okkur svo bara niður fyrir það ef við þurfum, bara fyrir eftir leikritum í raun og veru. Já. Hvernig, er ekki svolítið öðruvísi að vinna svona verkefni með krökkum? Nei, í raun og veru ekki. Þú veist, þetta er bara, ef áhugin er til staðar, þá er aldur mjög afstætt hugtak. Já, einmitt. Og krakkarnir standa sér náttúrulega eins og í sögu, eða ekki? Jú, bara, þetta er geggjaður hópur. Þau gera það og fullorðnir standa sér líka eins og í sögu. Já. Og akkurat líka að þau vinni vel saman. Þetta er ekki, það er engin einhvern veginn ágreiningur eða neitt vesen þó þetta eru gamlir hundar. Já. Sem búin að vera á sviðinu í mörg ár og svo nýgræðingar jafnvel og þetta vinnst svo skemmtilega vel saman, mikil virðing. Fjölbreytileikinn sem að skiptir rosalega miklu máli þarna og bara í raun og veru er leikhópurinn, þá erum við að tala um bara alla sem koma að sýningunni innan sviðs sem utan og þetta eru bara margir í okkar tilfelli 35 litlir hlekkir sem mynda bara einn hring og sem gerir sýninguna svona frábæra. Það hljóma vel. Hvenær eru svona næstu sýningar hjá okkur? Frumsýning í kvöld. Já, og svo sýnum við núna bara næstu 3 helgar. Það er sýnt föstudag, laugardag og sunnudag og svo sýnum við þriðjudag og miðvikudag líka í miðri viku. Þannig að þriðjudag, miðvikudag og föstudag kl. 6 og svo laugardag og sunnudag kl. 2. Hvernig er best að næla sér í miða? Hringja í síma 849 94 34. Býtu nú við. Hæ Lína. Og hver er þú, vinnukona? Ég heiti Lína Langsokkur. Já, vertu velkomin bara. Gaman að sjá þig. Lína mín, við vorum eiginlega að tala um að þú kemur bara til að syngja. Þú ert ekki komið í viðtalið sjálft, sko, þú ert bara komið til að syngja. Já, það er bara svona. Ertu ekki til að syngja fyrir okkur? Jú, alveg endilega. Flott. En það hægir ykkur vel, þá? Ég lofa. Lofar, já. Hvað ætlar að syngja fyrir okkur? Ég ætla að syngja vögguvísuna. Ætlar að svæfa okkur öll bara? Já. Já, það er þægilegt. Svona á föstudagskvöldi? Já. Heyrðu, þá bara er komið að þér. Þú mátt fara að syngja. Við skulum bara keyra þetta í gang. Svo